Núna, læst. Þá segir hún bara verið velkomin á þennan fund í forráði Árnshúsnæðings á Sjálandsbjörn. Sömuleiðis. Fundur númer 49 hjá okkur, styttist afmælisfund á því fyrir sumarfrí. Bara veit okkur dagskrána. Fyrst aðkoma íbúar á fjárfestingu og viðhaldsáætlun sem er lögð fram. Og við erum að óska eftir því að við íbúar leggjum komið ábendingar og óskir fjárfestingar og viðhaldsverkefni á tímabilinu meðal til 5 ára, 2005–2009. Við erum sem byggir lagt upp með þá áætlun sem eftir næstu 5 ára, eftir að fyrir svigrúm til fjárfestingar á 2025 verði 25,4 milljarðar. Við erum að leggja til verkefni sem til að séu mikilvægri hverjir og verður gaman að sjá það líka. Og þá við leggja fram líka rökstuðning jafnréttisskilning. Þetta gerðum við í fyrra líka. Í rauninni kannski svona samtali hér og nú, kannski sé eitthvað svona brýn verkefni sem við telja að við leggja þetta. Við höfum til 31. maí til þess að skila þessu sem bara á föstudaginn. Það mikið tíma en ég veit kannski að fundurinn hér og nú við kannski fyrst og fremst til þess að ræða í rauninni hvort að hvaða verkefni við sjáum fyrir að við taka eftir. Við erum kannski opnað bara hvað fyrir verkefni sem við sjáum fyrir ykkur að brenja á. Þú fáið við hinn á okkur sem við sendum út. Nei, ég hef ekki fengið, við sendum þetta inn fyrir ári síðan og undirstrika hann. Ég held að ég getur að mjög leiti kannski endurnýtt hana ef við teljum að það sé eitthvað, við teljum eitthvað sem við lögum til fyrra, það endurbætur skóla og sameiningarskóla, viðhalda listaverki á Reykjavík á grænursvæðinu í miðbæ, samkeppni framtíðarnótum gamla framsvæðisins. Það er ekki útbyggð sem leggur við Stóragerði í Hvassahraunskóla, samkeppni grænir íbúðarhúsnæði í Borgarspítala, bætt gönguferðir yfir Álftamýri á Álftamýraskóla við Körfuboltavöll, endurbætur á göngum í Múlahvarfis, endurbætur í gatnamótum í Hádegisbraut og Smáagerðis við Austurveg, bætt aðgengi að og við göngufriði fyrir Miklubraut, í Embóttamörk fyrir Ingibjargar Víkings, endurnýjun göngustígum almennt, merkt gangur við afmarkað bílastæði í göngumgötum, almennt aukning gróður í göngum grænsvæði almennt. Þetta þau atriði sem tilnefndir í fyrra. Hvað af þessu komið til framkvæmd? Það bætt aðgengi að með einhverja göngubrýr. Það hefur verið bætt. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta ferli hefur verið varðandi það hvað hefur komið til framkvæmdar og hvað ekki komið inn í áætlun. En þetta eitthvað rosalega gegnsætt, verð ég að viðurkenna. Já, eitthvað. Svo þarna sú fjárfestingaráætlun sem getur staðar. Þetta ekki flokkað beint eftir hverfum, heldur fer þetta inn á ólík svið. Þar allt eitthvað sem þekkist meira minna eins og skipasvið í rauninni. Þetta Undirfæddarskóla og sameiningarskóla, það ekki Álftamýraskóli. Ég Álftamýra á fyrir skóli, skólabygging í Sameiningarskóla 5
En þarna súmeraða upphæðin það sem hefur verið farið í. Sama sem 1,9 þar, hérna neðst. Það fyrir það sem áætlað fyrir skóla og frístundasvið fyrir árið 2004. Ég bara veist að fyrir mig hvort þetta sé kannski sem við búið að gera. Nei, þetta er það sem þá kannski verið að nota núna. Inn í 2004 fjárfestingar árið ár. Það ekki víst að alltaf í nýtt og sömdu kannski. Með framverkefni sem við framkvæmt. Og bara aðeins svona fyrir við sem þetta. Jú, eftirlega. Samantekt úr fjárfestingaráætluninni hvað varðar háhitabústaði. Já. Það er hægt að leita eftir þessum atriðum að upphæðunum. Já. Það er auðvitað mitt verið að fjárfesta í þetta atriðum kannski í hverfinu sem við erum ekki endilega að draga fram. En við erum ekki að draga fram. Þetta er auðvitað sérstaklega kannski einmitt eins og annað. Skólabyggingarnar eru verið að endurgera Hafbjörn Bósarskóla og þessi þekknasta dæmi. Það er ekki að það er þessi verkefni sem hafa verið núna. Sem ég segi, þú veist, ég veit ekki. Við náttúrulega vorum að koma með tillögur daginn það endurbætur á götuumhverfi Samýrar og Stafnir. Nei, það sem við erum á Lóðhúshafi. Það er álíka tillögur. Já, ég veist hún. Svo er stafnum bara. Já, sem þið að það slóðum að. Það er ofan bústaði. Já, ég veit ekki. Heiðargarður. Já, það er það. Við gætum auðvitað kannski gefið þeim tillögum aukið með því að setja þær inn í þessa áætlun. En svo er bara áframhald varðandi viðhald á fasteignum hérna á skólahúsnæðum að við erum ýmislegt. Manni finnst eins og hurðarnar hérna jafnvel veltir maður fyrir sér bara þjóðvarnarkerfi og tvisvar brotist inn bæði í Réttarholtsskóla og Fossvogsskóla. Og prófagögnum til að mynda stofnir á réttum sem var áhugavert. Hvað ástæð? Hérna prófum. Já, ég hef ykkar sem sagt, ég bara veit þetta, ég hef náttúrulega dýrtila. Þannig að maður er að velta fyrir sér, það er náttúrulega bráðabirgðahúsnæði í það og maður er að velta fyrir sér bara öryggi ýmsra persónugagna er þáttað, Hvaða húsnæði sem við? Ég veit ekki hvernig lágu eða Nei, það er bráðabirgðahúsnæði, Jú, það er þessi gáma. það er bráðabirgðahúsnæði. En þú hættu bara að leggja áherslu á því að það að viðhaldi sem er stórlega áhuga þá skólahúsnæði sé haldið í streitu. Já, sko ég held að það sé náttúrulega bara sérstakt átak í gangi Já, það var náttúrulega skólabygginga, þannig að það er strax svo spesifískt, þannig að það er kannski ef við veitum ekki nákvæmt dæmi, það er kannski erfitt fyrir okkur að ég veit ekki hvort að þjóðvarnarkerfið í skóla sé Nei, það er náttúrulega inn í byggingunni. Ég held að það kannski á ekki endilega við í það sem við erum að leggja til hér. Nei, en það er samt náttúrulega skólahúsnæði þarna inn í, hvað er verið að vinna í. Já, þetta er það sem er á fjárfestingaráætlun borgarinnar.
Já, og við erum mjög kannski ekki endilega að gera athugasemd við þetta. Við erum í meira verkefni, er einhver önnur verkefni sem er ekki tilgreind þarna, sem að við viljum ekki áherslu á fá fjármagn. Ég held að margt af því sem við lögum til í fyrra hefur ekki komist á dagskrá. dagskrá. Ég myndi kannski bara leggja til að ég myndi fara yfir þann lista og tilgreindir atriði sem að eru eiga ennþá við. Ég til dæmis fengi með endurbætur og götu einhverju Múlakaris, bara eitthvað sem var í fyrra. Við höfum verið að kalla eftir því í rauninni umsögnum sem að við skrifum í þegar okkur hefur verið boðið inn í skipulagsáætlun að fylgjast með, þá hefur við oft líka mikið af þessu atriði sem ég held að verðum að reyna að segja áherslu á. Og kannski eins nefna bara við okkar nærsamfélag, hvort það sé eitthvað sem þau Já, algjörlega. Nákvæmlega. Þannig að ef það er eitthvað sem að þau viljið absolutt koma að gera inn, ég getur nefna núna, ef það er mitt leita þess þess að kalla eftir tillögum og svo myndi ég þá lækka þetta inn á fyrir vikulok. Ég var á þessum fundi og sem var listakona kom og kynnti þetta Já, einmitt. sem ég myndi þetta inn í íbúðarsamtökin hafi getið að sér að Ég sjá þetta er búin að eiga samtali við leikskóla og við ætlum að fara í sumar. hvað sem Við ætlum að fara í sumar. ætla að setja þetta halva miðli. Hefur farið með skoðað. Viðhald á hlaukabeði á Grænursvæði Barði Miðbæ. Já. Við ætlum að fá eitthvað plöntu frá Borgir og við erum alveg plöntukaup sko. Þetta er ekki hálf mikið. Hann vilja senda í þetta. Þetta er unnið bara einhver tala sem við ískum á þetta er ekki það sem við En erum íbúðarsamtökin hafa tekið þetta að sér alltaf sáum þetta. með leikskólanum og hverjum. Þetta snýst að gera það. Það er kannski þá líka einmitt þá kannski ekki endilega eitthvað sem við höldum inni. Það er til dæmis dæmi atriði sem við líka samtilega ekki aftur. Þess ég bara dróði þetta upp í það sem við lögum inn í fyrir. Það er ekki endilega að vera þetta er svo mikið meðahendur, þú tekir með ykkur en þetta er ekki útgangspunktur í á ekki vera sem lögum inn í fyrir. Nei, Það er bara það breytist umhverfið og það er hægt að taka einhver atriði hér inn. Bara nota þau aftur að við erum eigandi við. En svo við höfum í fyrir tíð unnið samvinna í opnu Excel-skjali. Kemur ekki Excel-skjal meðfylgjandi þar sem þú fyllir inn í einmitt skimunina og Jú, það er svo sem slíkt móka verkefni svona að draga þetta sem svona samvinna. Við allavega höfum gert það hér áður. Jú, algjörlega. Það er í bara, þú veist, hvort ég hefði fengið þetta skjal sem núna hvað það var, sko. Er það til Excel-skjali? Já. Þú ætlum þá að fylla í þetta en ég get samt bara átt að það. Ég bara svona hugmynd, það er svona lifandi og einhvern þetta svona fyrir allra. Ég veit ekki hvað það sendi á mína fyrir. En má ég getur bætt þessu líka við kannski skóla og stæðina. Það er deiliskjölusbreyting til og 2021. Spurning að hann má fylgja með að fá kannski viðbrögð hvort það er bara í því. Það er breyta hvernig skóla og breyta deiliskjöfleginu og svo fór það ekki fara í þetta. Ég var með í þessari vinnu, ég bjóði þessum tíma. Já, en af hverju gerir þetta? Af hverju stopp? Þetta er hlutur á fjármarkaði. Já, þetta var hugsað tveimur hlutum. Ekki meina breytingar þegar það er með þetta. Við breytum innkomin á kassaskóla.
En hér erum við með í fyrir að bæta ekki í rútu sem leggur í stofugerði. Já. Það getur við að bæta við ekki bara á peningugarði í setjum. Svo legum við til að það við setjum fjármagn í samkeppningar mikið byggingu við borgarskiptuna. Líka í samkeppnum skipulag í kringum framsæðinu. Það inn í áætluninni sko. Og það saman í. Það veit ekki hvaða fjármuni það en ég ekki heilt bæðið þessi hvað við að setja stað sko. En þarna, þar var í raun og flest. Skal við getum opna það? Ég var að setja það. Svo við sjáum hvað það er. Eða ég bara með svona eyðublað. Já, nákvæmlega. Það deildi Dóra bara þessu með okkur og svo kom bara texti, erum við ekki sammála og þetta kannski heyri ekki undir þá tókum við bara út og maður sá bara svart og býta upp hvað passa verkefnin í græna farma og hvernig maður standa. En það var kannski ekki bara vinda eins, veist? Það við erum breytilega og nýr hópur og Í fyrir allan að þá við dróðum saman, kannski bara saman við hvaða verkefni þetta eru og við erum komin þessar tillögur bara undir það að vera á fundinum eða bara almennt. Svo í rauninni var þetta dregið saman. Ég segi það er kannski helst bara ef það atriði sem að vilja koma inn, þá getum við rætt það núna en það kasta bara tíma í. Það fer núna í vikunni. Ég ætla að vera bara hvort það sem alltaf þetta og heyra í sín bakjandi. Já. Það er eiginlega ekkert, ég held að alltaf þessi atriði sem maður sagði inn í fyrir að þannig að þetta er nýtt sem ég mér eftir í hug. Fleira frá mig. Skiptum á fyrir í næsta leið. Sen. Það er ekki. Eitt svona var sköpun athugasemdingu. Í þessu? Nei, ég þarf ekki að gera. Það er bara ekki við sem það hefur tekið að koma til að borga. Ég hefði verið svona. Við erum búin að vera að fara yfir þessar fjárfestingar á þeim. Ég er búin að vera að hlusta. Við erum bara að reyna að klára þetta í vikunni. Já. Þá erum við bara í næsta lið á skrá. Sem er við erum bara að vera að leggja fram umsögnina sem ég er farið að skrifa. Heilskipla síðan. Við tektum þessu með okkur. Við erum bara lagt fram. Já. Við erum að segja sko. Það er þetta og skilsum. Ég er samt að fyrir mig hvaða lóð þetta er síðan strax. Já, við gerum í síðmúla. Já. Þetta liggur nokkuð nálægt fjölbreytilega. Já. Og nálægt þannig svæðinu sem er
milli Ármúla og Haraldshrepps. Það verið að breyta atvinnuhúsnæði í atvinnuónýtt. Það svo allt verða. Já, og ég held að muni verða meiri ásókn í þetta á þessu svæði. Kannski umsögnin snýr mikilvægt að því að það verður dregin fram einhver svona skýr framtíðarsýn svona umsögnin almennt. Ég veit að það alveg einhver svona, það hefur verið skoðað skipulagsins á borginni líka með undir einhver svona hugmynd. Það sem mér finnst ekki vont í því samhengi að það sé ekki einhvern búið að finna það og við séum að fá ef það sé ekki búið að samþykkja það formlega. Það alveg einhver grunnur til staðar sem að vinna eftir en sem mikilvægt að það sé dregið að sjónvarpssviði. Kemur grunnur í nýja hverfiskipulag. Hverfiskipulagið mun nefnilega ekki beint fjalla Múlahverfi, þannig að það er bara þróunarsvæði í sjálfum sér. Held ég að þess vegna kannski vantar svona smá sé einhver svona breið framtíðarsýn Múlahverfis. Kannski mun það vera kynnt samlega hverfiskipulagið en það tala sem að finna það á bann. Við erum bara í leið 3 á dagskrá. Það er bara svona skemmtilegt mál. Það er áskæmt í tilnefningum hverfistré eigin. Þetta er eitthvað sem er bara verið áskæmtir almennt til íbúa að gera. Ekki kynnt ég svo að við getum haft tækifæri til þess að finna þetta inn í okkar bakland. Ég veit tré sem að ég er hérna. Sem að stendur saman Vitna kasslifinu. Þannig að við verðum bara að finna eitthvað tré og tré saman. Við erum bara innan íbúðar og það. Já, við erum bara svona mjög námað leikskólan og við erum bara að læsa þetta. Það er ekki reynir. Það er ekki greind. Er ekki líkið þegar Nei, en þetta er svona eins og maður gleymist þetta hvort það er að vinstri, sko. það veit er bara knáttur. Já, það er fyrir það er langt gott bæði. En þetta er rauninni bara að vera á útnefna sem hverfistré í öllum hverjum borgarinnar. Og íbúar kappi til að tilnefna tré, runna, trjár eða lundi í einhverjum hverfisop á Facebook og umfjöllum í fjölminn. Þetta er óskæmt til frá félagi garðyrkjulista. Í rauninni er bara verið að láta okkur vita það sem við vinnu og að við séum opnum fyrir því að finna tré. Gríðarlega mikið þarna við hjá mig í það. Og við erum ekki við fórsvari og svona ef þá bara með tré og góðsöfn það var sá. Það er því sem er nú þegar orðið Já, þetta er svona að reyna kannski draga fram og þetta er auðvitað sem það bara gett til þess að draga fram þessu fjölstæðin sem að Það er mál að koma með tré og góðsöfn í því. Bara það var ekki fengið aðeins og að byrja að starta. Nú erum við að reyna að finna eldri tré sem eru legin þegar. Hún har vaxið mikið sjálf, eða meira. Og hann nefnir þetta á hún að Þau segja eru bara að vera það sem þau Þau eru. eru bara að vera þess Þau eru bara að segja á okkur finnst þau það. Það er þá hérna áskaðar eftir Og það engar kvaðir, þetta má vera inn á einkalóð og allt saman eða. Já, ég get ekki Það ekki tekið fram sem Svo er hérna áskaðar eftir tilnefningum á nættlandi heiðmark.is Fröstuflaskinn til tilnefningum til loka júlí. Já. Þetta er kannski svona þetta er eitthvað upplýsingar sem að á að tilnefna eftir, ég veit ekki á tilnefna í hverju hverju.
Ég held að hverjum á einum sé bara megi tilnefna hvað tré sem þeim dettur í hug, en Hún meina alltaf þeir sem að já, það er Það er 10 hverfistri. það eru 10 hversti. já, stutt umfjöllun hverfisleik hvers hverfis. Já, við kann ekki skila á þeim degum þeim trjána á mannstegi, ég sem þetta fyrir á ágúst 2004. Þetta er nú bara svona létt á. Ég held að lokum þessum lið fjórum á dagskrá. Það er til kynningar sem hefur verið samþykkt að bætist við kjörstaður til forsetakosningar. Fossvogsskóli verður kjörstaður og þá verður allt svæðið sunnan bústaðar milli hálendisbrautar og Reykjaneslandi. Það var vantilega ekki markarlegur og í sléttuvegur, sem það er hann fellur fyrir utan þetta. En markarvegur og kjarrvegur og fossvogsblökkur. Sléttuvegurinn og lautarvegur og skógvegur og það er vantilega umbáðum. Þetta er bara stór hópur sem fer niður í Fossvogsskóla. Ég vil bara vera til að kenna þetta. Sem að þetta verður búin til að. Stefán, Já. það drast ekki upp Fossvogsskóla. Já, það. Þetta framkvæmdur. Já, það. Ég er ennþá ekki. Ekki að gera nokkuð með Það er alveg svolítið sen ég hef ekki komin í Fossvogsskóla síðan að við vorum með fund, sko. Já, jú, það er enn alveg. Hvenær er það klára? Nei. Já. Ég hugsa þetta síðan líka bara leiðir því að fjölga kosningar stöðum sem að sé myndi stikra fyrir sem næsta. Já. Og kjörstöðum. Líka fólk getur gengið kosninga en ekki vera að koma á bíl og Já, það er ekki svona. Bara vel. við gengum alltaf í Breiðagerðsskóla Já. og Geirlandinu, en það er líka ekki langt að vera. En þá skulum við bara fara í 5 á dagskránni sem er málefni hverfisins. Ég kannski þetta 2 atriði í hug. Ljótubræði sem við tekið síðan sýttur legin. Það er útsendi ég þá stopp. Nei, ég var bara að henda þeim á skjánum. Já. Þið bara þannig að þið séuð Já. í mynd. Svo förum við í styrkumsóknirnar og það er þá. Já, ok. Málefni hverfisins, það sem að mig kannski dettur í hug og ég kannski getum rætt þetta hérna núna en við getum alveg líka séð til hvort við tökum þetta sérstaklega inn á dagskrá næst. Það er annars vegar náttúrulega eða á næstu fundum þar sé. Annars vegar myndi ég segja að það var náttúrulega fundur kringlsvæðið sem ég veit ekki hvað það er komist á. Svo svona. Ég skoðaði maður í kringlunum. Það var fyrir að vera að skoða til. Já, ég svo það um Já. Það er alltaf stórt skipulagsverkefni og svo er það kannski þetta með skólaumræðan í Laugardalnum sem að við tengjumst ekki með. Svona þau sé ykkur önnur mál sem að við vilja ræða á þessum. Hvernig tengist þið Laugardals? Ég er það ekki að byrja að er ykkur fleiri atriði sem ég vil ræða. Þetta er bara mjög fínt, sko. Þetta er stór og fín. Útgangspunkt. Við erum bara aðeins á Laugardalnum. Bæði kannski fyrst við rétt að ræða þetta aðeins núna því að Hvort ábyggjum. já, Gísli líka með þetta, hann hafði listað bílunum núna. Ástæður og ég hef líka kallað eftir á vettvangi meirihlutans að við verðum beðin að rýna í þetta. Það var fyrir ekki að Gísli, hvað kom Gísli? Hann bara benti, hann hafði fengið ábendingu að þetta
sem tölvupóstur. Við bara vorum ekki athygli eða gistisendi. Þannig að það sem að flytja inn. Já, frá sko Frá formanni. og samtaka lögreglumanns. Já. Ok, þetta er það. Tengingin svo að áætlunin að eins og þessi sviðsmynd sem við að skoða núna sett upp þessi víkingaskóli sem að í Laugardalnum krakkar sem að munu búa í Múlakverfi, þegar við segja aðlag Skeiðum, af því að við erum þeir muni að fara í skóla. Já. Og því leyti held ég að við kannski erum ekki. Að því leyti til held ég við séum klálega umsagnaraðilar, við erum ekki að skoða hvar staðsetning skólans en ég held að öðru leyti kannski af því að þetta ekki nemendur sem til að í skólanum, þá erum við kannski meira einmitt ekki að hafa skoðuna í hvað hann ef að verður frekar en við séum til að kannski að við getum haft ólíkar skoðanir á það persónulega hvort það finnst það sniðugt ekki en ég held að við sem ráð erum kannski helst aðkomandi í í fyrsta lagi til ég rétt að krakkar sem þarna búa fara í hann skóla og þeir gera það hvað frá skólanum. Þetta eitthvað svona það sem alveg það kannski erfitt að nálgast hann einhvern veginn konkrétt að þetta er svona í lausu lofti hvað verður, setja eitthvað staðsetningu svona en þetta er ekki framtíðar íbúðar og svo þess. Þetta er svona hugmynd að íbúar nemendur eða krakkar sem búa á þessu svæði jaðri skólans jaðri þessa hverfis fari yfir í næsta hverfi í samskóla sem það ólíka skóla. Já. En ég held að það sé ekki þannig eins og hefur sumstaðar verið skilningu einhverja. Þetta sé ekki þannig, ég held þá í rauninni síðan þannig að þeir krakkar sem að búi á þessu svæði muni í 1. til 7. bekk muni vera í barnaskólanum í Vogaskóla. Þeir eru ekki að fara í Hjaltamýrarskóla og svo í unglingaskóla ég held að einhver hafi skilið þannig að það í rauninni væri verið að færa unglingaskólan unglingabrett í Hjaltamýrarskóla við samskóla, ég held að það sé ekki rauninni. Já, þetta voru vangaveltur sem svona áhyggjur sem var borðnar að borð. Ég held að þetta sé fyrst og fremst þetta við að sömu nemendinu myndi fara í sinn barnaskóla svo færu þeir þá með sín afgangi í unglingaskóla Laugardals. Já, en nú eiga að vera 3 barnaskólar í Laugardalnum og sem eiga síðan að safna upp í unglingaskólan. Ég ekki viss að það verði ekki eitthvað svakalega mikið pláss í þessu blessaða unglingaskóla nema hann verði byggður heimun stærri fyrir þessa hverfi og svo þetta mál líka bara ákveðnu leyti að nokkru leyti lítill varnaðar fyrir þetta hverfi vegna þess að þar hefur átt sér stað ákveðin þétting og samhliða því að endurbætur á skólum og skemmtunarskólum hafa ekki verið gerðar. Það sé að það hefur fjölgað íbúðum sem bara jákvætt, en skólarnir hafa ekki fylgt með. Eða leikskólar. Ég var á þessum fundi í Laugalækjarskóla og einhverjum sem maður að koma með sér. Og skilaboðin eru, það er annarkvæmt unglingaskóli sem tekur 5 ár, byggja, eða viðgerðir á þessum og viðbætur á þessum barnaskólum sem ættu að taka 130 mánuði eða 10 ár en það væri hægt að koma þessum niður í 6 til 7 ár. Og þá er bara keppni milli skólum að tryggja hver er fyrstur í röðinni, þetta er að það ekki í bein. Og þetta, svo ætlum við að ræða Kringlu svæðið. Þetta er samtengt. Já, þetta er nefnilega samtengt. Þetta er það verður nefnilega fylgja. Ef við erum fyrir með þéttingu og þegar við fyrir með þéttingu, þá verður að fylgja vegna sem við sjáum alveg að það muni koma börnin í þessar íbúðir, margar. Sína rúmreiturinn. Já,
það kom ekki það er ekki mörg börn í... Það eru snoppa leikir, sko. Já, þar, en það er ekki mörg börn í túnunum til dæmis, það eru miklu þéttingur sem hafa verið þar. En þau eru klárlega hinum megin við í Hallgerðargötunum og nýju göttunum þar, sko. En það er líka áhyggjur varðandi stækkagang. Við séum kannski líka í stærsta unglingaskólanum á landinu og það vel fyrir börnin, þú veist, við erum að hugsa líka hvað bara gott fyrir samfélagið til lengri tíma. Ég þetta hrifinn samskólum, sko, en það hafði verið í gettónum. Þetta bara ábending og vangaveltur sem okkur berast á borð. Já, ég sé það alveg. Hleyptu þessu áfram. Sko, ég held að, eins og segi, mér finnst áhyggjur af stærð skólans eru bara eitthvað sem ég held að þurfi að taka til skoðunar. Ég held einmitt aftur eins og við kannski nefnum að bara þetta, ég líkstuðum sem að þéttingabyggðar og ég sá hana sem bara sem víðast, það er mest það er kannski ljómanginn og víðast betra en allir sem víðast. Það var ekki þannig ég get líka alveg sagt að það er svona unglingaskólum en það þarf að skoða stærðina en ég held einmitt að í þessu samhengi ég við þurfum kannski að kalla eftir að umræða hverjir eru skólamörk okkar kælis. Mér finnst það mjög lítið eðlilegt að krakkar sem búi í Múlahverfi leiti niður í dalinn. Sama tíma kann það á náttúrulega miklu umræðan hvernig á Suðurlandsbraut og við þurfum að vera vakandi fyrir því. Skeifan skólahverfi, Álftamannaskóli skóli Skeifunnar eða fólk til það, sko. Það er auðvitað einhvern svona mörk, en ég hef eins og minnst upptekið í kannski skýrslunum skólana eða orkureiturinn ég leiti hann skóla. Þá finnst mér aftur að Múlahverfi almennt en á það. Finnst mér þá gleyma því að ég held að Múlahverfi sjálft verði ekki síður mikið þróunarsvæði á næstu áratugum. Næstu 5-10 árum. Það er að skoða byggingu aftur við Hilton og þar eru þá mörkin varðandi það að krakkar fari í Árnamýrarskóla eða fari í Vogaskóla og svo í unglingaskóla. Þetta er að fara á stórmyndina frekar en litlu það er átti að ná þessari þetta er aftur þá þurfum við átti að fara og þá kemur aftur kringlureiturinn sem kannski næsta umræða eftir og meira bara svona áhverjum svæði sem að fara þróun. Þau börn fara það Álftamannaskóli eða Passalindaskóli einhvers staðar bara ef að tala myndi við kalla eftir unglingaskóla sem að væri verið Passalindi, Álftamýri, Hlíðar og Háteigsskóla. Það einhver púlja, þetta einhver svona umræða sem ég veist bara En manntran við þéttinguna hefur alltaf verið að hún er svo hagkvæm vegna þess að það er allir innviðir til staðar en svo er allir innviðir sprungnir. Það er ókost, við styðjum þéttingu en við þurfum að ekki bara segja það er allir innviðir til staðar vegna þess að skólarnir, leikskólarnir í Vesturbænum eru sprungnir, skólarnir eru sprungnir, skólarnir í Laugardal eru sprungnir. Það þarf að byrja nýja skóla í nýja Vogahverfinu vegna þess að það er engin skóla sem getur tekið við krakkanum þar og Afluninu. Það er ekki að 2 skóla í Aflunshverfinu. Þetta er akkurat og svo er líka annað við það. Við getum varla haldið viðhaldi á Laugardalslaug. Þetta er svona sambærilegt, samt á að opna aðra sundlaug á milli Kópavogs og Fossvogs. Þetta er algjörlega rétt. Þetta er óumhverfisvænt að halda ekki viðhaldinu, það er að bæta þá enn annarri byggingu við, sem þarf líka viðhald til að framlýja stöndin. Náttúrulega er þetta kannski líka bara svo svo ég stýrum aðeins. Já, ekki það, ég vil líka hérna meira þetta. Málið líka það er að vinna sístu samtalið. Við þurfum, getum þetta ekki endilega vera mjög mikið út og byggja í hverju að við þurfum líka að fara í þetta viðhald sem svo aðgandi. Þannig að
styrkja og bæta núverandi innviði er það sem gerist mikið eftir Já. En svo að byggja þannig viðhald og byggja nýtt. Nei, en það voru málaðar upp okkar sviðsmyndir, hugmyndir. Já. Og það sem svo áhugavert hjá þessari stúlku sem bendur okkur á þetta, að við gætum ekki á þessu, að skólastjórnendur hafa ekki verið teknir til samtali, sem væri kannski bara mjög áhugavert. Á fleira málum. Svo við reynum aðeins kannski líka að halda augunum á boltanum í dag, á hvað við erum að tala í það þetta mál, ég held að skólana. Ég myndi allan að vilja kalla eftir því að við fáum kynningu á þessu. Já, og við fáum að vera umsagnar. Já, því að það eru stór álitamál þróun svæði sem að við hafa áhrif á. Já. Nemendur, börn sem búa þessu svæði, þetta fara í skóla og við erum að fá kynningu á því. Það er okkar aðkoma þessu stöðu. Já, en ég finnst einmitt að forsendubresturinn að innviði á að vera til staðar, en svo hann ekki til staðar. Það er forsendurinn fyrir þéttingu byggðarinnar. Þannig að, það má alveg halda því sem þjálfa eftir. Við getum komið það til þeirra sem komið kynna. En ég veldi, ég bendi á að umsagnarfresturinn 10. júní, ég man rétt. Það var það sem að tala að lögleggja vegna þess að ég hélt að við hefum verið tilgreind sem umsagnarfrestur og svo var mér bent á það að Elísabethu sem einhvers sem að það var unglingaráð Laugardals hálfleitis og bústað. Ég hefði skiljað þannig að það verið íbúaráð hálfleitis og bústað, þetta var unglingaráð Laugardals og hálfleitis og bústað. Svo gott að geta aftur þessi á blaði. Við lætum fyrir unglingaráð. Þess vegna var ég ekki með tímafrestin á hreina, ég held að það kæmi sjálfkvæmt til okkar. En við getum auðvitað bara sammast að skrifa. Ég held að það sé alveg. Ég finnst það alveg bara, ég finnst það bara mjög valið að við komum á framfæri þeim samanlega sem að. Ég sammála því. Það er engin ágreiningur það að við viljum að það sé hugað að þessum málum, það sé mörgum skólahverfa, og það sé tekið samtal það til frambúðar, þó að sviðsmyndir sem eru teknar þarna upp í Laugardal, þær eru mjög umdeildar og þessi nýja sviðsmynd er gríðarlega umdeild af foreldrum í hverfinu vegna þess að þau fóru í gegnum þetta ferli fyrir 2 árum og fengu aðra sviðsmynd samþykkta og starfshópur skipaður sem átti að implementera þá sviðsmynd og hann bjóð til nýja sviðsmynd. Algjörlega, og ég er ekkert að, ég held einmitt að það ég vil segja þið fórum svona pólitísku álitamáli og fólkur bara á það sem við erum svona sammálum og við erum ekki dragast of mikið inn til Laugardals, við erum alltaf á jaðri, við erum ekki í þetta hverfi við erum ekki dragast of mikið inn í þetta. Það er kannski það sem ég vil einmitt kannski líka leggja áherslu á. Ég finnst við eiga að hafa aðkoma að þessu sem mögulega framtíðarnotendur skóla, fulltrúar þeirra. Við erum ekki fulltrúar núverandi foreldra og allir meiri Laugardal. Á þessum 3 stöðum sem eru teknaðir upp, þá staðurinn sem næst hverfinu, ég myndi telja að okkar hverfi væri hrifnast af ef við ættum að nota hann, frekar heldur en að vera að fara alla leið niður á bílastæðið fyrir framan Laugardalsvöll. Til dæmis. Það fer þá verið líka þáttið eftir hvað dreifur mörkin skólaverkefni. Hallamúli eða. Svo er líka sagt á þessum fundi að það sá fyrir sér að krakkarnir sem vera krakkar í nýju blokkinu hérna á horni Grensásvegar og Suðurlandsbrautar gætu farið í Langholtsskóla. Vegna þess að það bara svo beilið þeirri við dag. Það var nefnt af fólki frá borginni. Þannig að það þá okkar hverfi komið börnin inn í Skeifan náttúrulega ekki
Þetta hús, það nefnilega líka sem gerir þetta fyrir trygg. Já. Orkureiturinn í rauninni og grensasöfun okkar í stíl. Erum við Skeifan ekki, við erum ekki Skeifan. Nei, við erum ekki Skeifan, það er rétt. Ég hef stundum heyrt þess að við erum Skeifan. Já, en skólahverfið sem sagt, já. Sem sagt, ef krakkar búa í Skeifunni, sem ekkert margir, að þá myndum við fara í skóla sem í okkar. Skóla með skíinu. Já. Það er bara í... Það fara í Vogaskóla. Jú, við faraði til Vogaskóla, en skólahverfið Skeifan. Já. En ég veist, eins og ef það kemur manneski hérna, mér finnst mjög áhugavert að með þessi Skeifusskipinu og það hefur gert ákveðin þarfagreining í hverfinu. Ég veit að Reykjavíkurborg og húsnæðismannvirkjastofnun eru með kennitölunar, ég veit hvað börnin eru. Hvað er margir lögum og hvað er margir okkarlegin. Svo við erum talandi vanta og það er allt sprengina í okkar hverfinu með listskólaplássinu. Það er eins og það er ekki, það er þyngri og svo er ekki skoðað hvað börnin eru. Það er ekki gerðin þarfagreining á hvar unga fólk er að flytja. Það er kannski eitt sem ég held að sé sem líka mikilvægt að hafa í huga er að þetta er líka mjög kvikt. Hefur verið mjög mikil fjölgun íbúa í Laugardal. Já, einmitt. En í rauninni er ekki búið að byggja nema líka hluta því sem átt að byggja eins og Kirkjustofn. Fjölgunin sem hefur orðið í hverfinu er langt umfram það sem hefur verið byggt. Og það er að því það er endurnýjun hverfinu sem er bara því að koma fólk með börn og að því það er bara eitthvað svona þróun sem er mjög erfitt að stýra og erfitt einhvern að átta sig fyllilega á. Ég held að það sé miklu frekar í rauninni sá vandi sem er að díla við í Laugardalnum, það er ekki að við erum búið að byggja svo mikið. Ég segi að það er ekki mátt bregðast hvaða við að byggja við skóla eða leikskóla því. Það er búið að byggja einnig bara lítinn hluta af eins og Kirkjustofn, svo er þetta lóðahverfið stór viðbót. Það er þetta vakta skólan sem á að koma í Geldingarnesi eða Naustavogin. Þetta er ekki fjölgun í 108 er ekki að því að það hefur verið svo rosalega mikið byggt og þetta er sléttur veg og rúmvegum, en það er líka bara þessi náttúrulega endurnýjun sem hefur orðið og það er mikið til koma kannski nýtt fólk með bara það er það sem gerðist með rúmreitin að stóru einbílinn í kring rúmreitin breytandi tæmdust og með unga fólki með fjölskylduna flutti í stóru sérbíli. Svo getur líka það var mjög erfitt að átta sig á hvað uppbygging á einu stað veldur kring og Nei, og líka bara ekki fórsendur en bara, já, hluti geta breyst. Ég man þegar að foreldrar minni fluttu í Sjálandsfirði fyrir 20 ára síðan, þá átti það að vera aðalega bara fyrir svona 60 plús í Bernadæ. Það var allt fullt af börnum að það þurfti að stækka Sjálandsfirði. Já, en út af því að þið megi ekki það auðvitað eitthvað sem 60. Já. Svo nú var auðvitað með eitthvað. Já. Fókur þú fólki að það. Líka prísinu og allt í Garðabæ. Já. Það var einu fyrstu íbúðum sem fylgdi þar inn og það var eitthvað með byrjunarskóla strax allt og lítið. Já. Og svo bara var það ekki barnasprengingar. Og byggja 2 nýja leikskóla, ég veit að auðvitaðskóla. Getur skrifað í skipulagi eins og gert á alltaf það var sett inn klásúla með leikskóla. Já. Og það þýðir ekkert, það hefði að taka úr seinna en áður 2 árum bara byggja skipulag og byggist það fyrir 25 ár. Þá hafa það svegum til að byggja á leikskóla eða segja ekki fyrir að það. Það er ekki þarfagreining sem á sér staðinn með þetta skólanum. Já, þetta er Kemur leikskóla líka nýju kringin? Við getum rætt það í svona seinni en allavega bara svo við lokum að þessu með skóluna. Við erum að tala bara við sammælumst að skilja inn umsögn. Og ég meina að þú stótt að þessi ekki verið að byggja hana, þá er henni bara skila inn og fengur sér máum þetta sætið sem að snerta. Já, ekki því ef þú draftar hana, sem ég gerði fyrir að Pálmaður geri, að senda hann í posti frekar en að henda henni á Facebook síðuna, vegna þess að maður fylgist betur með. Já, bara
út af þessum sko tímaramma, þess að segja, mig minnir að þetta hefði verið talað 10. júní, þess að ég man að tala 10. júní, svo veit ég ekki hvað verður á endanum, sko. Það ekki fyrst, sko, því að borgarstjórn heitist 11. og svo 18. og svo það sumarfrí. Já. Þannig að, og svo spurning kannski, viljum við, ef við ætlum að ákveða þetta núna 15. Viljum við þurfum að búa til sérstaklega dagskrám í þess að Já, við ef við samþykktum þetta öll svona inn, þá segir bara framtíðar umræðu framtíðarskipan skóla- og frístundastarfs í Laugarnesi og Lambhúshverfi og svo bara samþykkt að fela formanni í samráði við fulltrúa ráðsins að vinna umsögn ráðsins til tilskipað frest. Já. Getur skoðað næsta fundarhelgi, já. Skoðað draftur næsta fundi, eða viltu... nei, við þurfum að skila fyrir næsta fundi. Þið þurfum að skila fyrir næsta fundi, Já. svo við komum tækifæri þá að... Það er tölvupósti, hvernig þetta var tölvupósti. Ég skrifaði drög og eins og segir ykkur dag. Þetta er mest mikilvægt að ég komið fram á þetta. Athugasemdir, það er snúa fyrst og fremst því að hvaða því að skipulag, en ekki alveg, við hefum ekki beint skoðan að því Ekki á málinu sjálfur. ef þessi skóli verður, þá skiptir við okkur mál. Við ætlum ekki að fara inn í ágreiningin sko, Nei, 1 eða 4 eða eitthvað svona. Nei. En þannig að Ísli, ég var þar. Já, hann hefur bara Það báðir tækifæri að... ég skiptir stráða sem gerði bara á allt samt ráður. En ok, bara gott að taka þetta aðeins til umræðu og ég mynd sérstaklega í ljósi tímarammans. Já, varðandi kringluna, þá kannski vildi ég bara segja að þetta fór fram þessi mikið fundur, ég er til miður mista á hana, það er mikið á að mæta erlendis. En þetta það var verið að samþykkja skipulagslýsingu sem partur af heilskipulagi, meira svona verið að bara auglýsa út í samfélagi að það sem að vinna skipulag. Þetta hefur náttúrulega lengi staðið til að þróa þetta svæði og við munum auðvitað fá þetta inn í kynningar sem til umsagnar þegar í auglýsingu deiliskipulag. En ég hef verið í sambandi við þessa aðila þarna að bara koma með þessa kynningu sem var cirka sem kynnti í kynningunni fyrir mánuði síðan. Viltu að bíðan að koma eitthvað aftur til þá þeir núna að... Ég held að eins og staðan núna, þá þetta náttúrulega, það ekki verið að bara vera að sýna einhverjar fallegar myndir og... Sviðsmynd. Þeir eru svo að senda hann á kynninguna á málum núna? Já, ég meina og ég held það bara frjálst að gera það, en við munum hafa formlega umsögn fyrir auglýsingu, en ég held að það er bara mjög gott fyrir okkur og líka fyrir þess aðalega bara þeir fengið tækifæri til að kynna þetta. Já. Hvort sem það verið næst eða þá fyrsti fundur sumarfrí. Já. Er þetta eitthvað annað? Já. Sem að en ég reikna svo með því. En við líka í kringlunni, en við líka farað að þetta er á kringlunni. Já. Þannig að bara spjöld. Ok. Við fikk spjöld. Ekki mikið samt, ég hlustið þetta meira. Það er náttúrulega risa yngingasvæði. Við erum skiptið í áfangi. Þetta er bara fyrsti áfangi eftir EMU sem við erum að tala um. Við erum næst í venni morgunglashúsinu og það. Svo það er Sjóvá og Vesturinn og svo næst mikið. Já, sem stærst heldur bygging. Það er náttúrulega bara risa uppbyggingarverkefni sem ég held að væri bara mjög gott að við reynum að vera þetta svona innvolverið í. Já. Var ekkert farið yfir á gamla framsæðu? Nú verður því ekki... Það var í ánum 3. Já, 4. Það er ekki partur af þessu einstaka þróunarsvæði en þetta er tengst. Það þetta tengist að ég leiti að ég held að þetta svæði sé mjög hættulegt kringumsvæði til uppbyggingar en þá var kannski að huga verður bara þarna að leita í Áttamýraskóla eða Vatnsmýraskóla, bara með græna svæði,
Þarna verða væntanlega fullt af krökkum og munum koma í líki, Samiri og bara allir mann. Þau eru í aðriði með það. Þetta bara svona, annars ég held að þótt að þetta sé byggingarsvæði kring, þá hefur þetta áhrif í kring og það er bara okkar að svona draga fram til. Og þess vegna held ég sé líka bara fínt að fá þessa aðeila inn og ræða við þá svona opið. Gamla við munum síðan í kjölfarið þetta líka bara skrifa okkar umsögn. Já. Það er svo sjálfur ekki meira þetta að segja. Einhver önnur mál í þeirri málum í hverfisins sem hún ekki leið. Það eru fælt borgar að finna við. Já, einmitt. Ég er gjarn með það íslengar að það var einn. Þú bara að það. Það er mikið. Það er þessu þá, svo þetta sé líka í strömminu. Barnaaldurinn út til 6 ára og í rauninni bara búið að koma og ræða þessi mál. Fínt að fólk er að mæta að skrá sig. Svo mikið við kannski reyndfríkar að mynda að deila þessu. Ég ásins. Já. Þú getur sagt mér að þetta. Já, það En líka bara þessi meðvitað mynda og kannski þetta bara sem í það. Skóla. Skóla. sem heitir borgarþing fyrstu skrifin. Já. Það bara sér að hann minna það síður sko. Takk að þetta ráðfætti. En hérna þá við bara vinda okkur í 7. liðardagskrá sem er lokaður. Þá hérna þökkum við bara þeim sem áheyrðu fyrir áheyrnum. Vonaði að